Föstudagsþátturinn heldur áfram en nú ég komin hérna fyrir utan Snæfinn, jólarútuna Snæfinn, en ég ætla að líta hérna inn því mér skilst að Margrét Blöndal bíði þar eftir mér. Jæja, nú erum við komin hérna inn í Snæfinn, margumræddan. Þetta æðislegu bíll. Hann algjört æði. Og hann með sál og sögu. Já. Hann til dæmis, þetta var einu sinni Spaugstofurútan. Og svo hann náttúrulega búinn að vera að flækjast aðalega Suðurland og svona með erlendum kvikmyndastjörnum. Hann kom með sér við sögu þegar það fræga Bollywood myndbandi var tekið og svona. Þannig að hann búinn að flakka víða. En þetta sem sagt fyrirtæki sem heitir Northwest sem lánaði okkur hann og við bara fengum hann og svo fengum við flúrlampa sem líka annað fyrirtæki í Hafnarfirði til þess að skreyta hann fyrir okkur. Og þetta útkoman og við máttum bara gera allt sem við vildum bara með hann. Svona innan velsæmismarkar. Já, akkurat. Og svo eina skilyrði sem þeir settu var að þeir fengi að lána okkur bílstjóra líka, þannig að við urðum að láta það bara eftir þeim. En þetta kannski sýnir, það er svo gaman þegar margir taka sér saman eitt verkefni og það kannski það sem hefur einkennt þetta jólaþorp núna þetta árið, að það eru svona svolítið allir saman og allir vinir og það voða skemmtilegt. Það æðislegt. Og það ekki bara hægt að ferðast í Snæfinni heldur hestakjarra líka, það ekki? Jú, það hestvagn. Það til einn svona alvöru hestvagn á Íslandi og hann núna í jólaþorpinu í Hafnarfirði og hún heitir Bettina, þýsk og býr í Þykkvabæ og hún kemur bara með hestana sína og aktíinn og vagninn og allt saman og með okkur í jólaþorpinu og hefur vakið alveg endalausa lukku. Hún fer svona hring í miðbænum og það eru bara, ég veit ekki, börn og fullorðnir og allir bara gleðjast alveg og brosa hringinn, Þannig að þetta svona svolítið stór partur af jólaþorpinu, hvernig maður ferðast þorpið. Já, og það náttúrulega að því okkur langaði til að stækka þetta og að því okkur langaði til að hafa þetta alveg frá byggðasafninu og að íshúsinu og fornu búðum og þar, að þá einhvern veginn urðum við að búa til einhverja tengingu og þannig að sætaferði með Snæfinni var náttúrulega eitthvað sem okkur fannst bara algjör ómótstæðilegt. Hann tekur reyndar ekki nema 8 farþega, en það allt í lagi. Hann fer mjög ört á milli og svo förum við svona eina montferð í Garðabæ og svona. Æðislegt. Þú ert búin að vera að stúsast í kringum jólaþorpið að verkefna stýra þessu. Hvað svona það sem þú ert spenntust fyrir? Það alltaf mest spennandi að sjá hvort að vitleysan í manni, hugmyndirnar og þetta sem manni dettur í hug virkar. Og að sjá bara brosandi fólk út allan miðbæ Hafnarfjarðar, það ekkert sem toppar það. Nei. Það skemmtilegast. Eitt af því sem þið hafa verið að gera svolítið að taka eitthvað gamalt og endur nýta og endur nýja og endur opna jafnvel. Geturðu sagt mér aðeins frá því? Það ekki bara bílarnir, það líka búðir. Já, Beggubúð ein frægasta búðin í Hafnarfirði og það það svo gaman að kveikja á svona fortíðinni svolítið og þarna náttúrulega bara keypti fólk alveg ótrúlegustu hlutir og við erum ekki að tala eitthvað fólk sem orðið 100 ára plús, þetta eru bara stór hluti af Hafnfirðingum og það svo gaman að heyra þegar fólk kemur inn, þá fara að rifjast upp alls konar sögur og við fengum hana Elísabetu Valgeirsdóttur sem náttúrulega ein af svona hefðardömum Hafnarfjarðar og veit allt til þess að standa vaktina þarna og það svona ýmislegt til sölu smávegis en aðalega þetta upplifunin að koma þarna inn og svo heyrum við svona alveg ég keypti fyrstu Haukastuttbuxurnar þarna eða ég keypti fyrsta brjósthaldarinn í Beggubúð og það sem svo skemmtilegt. Og svo náttúrulega, Hafnarfjörður náttúrulega fullur af dásamlegum húsum eins og Bæjarbíóið, það náttúrulega dagskrá og svo Einarsbúð sem þar var veiðibúð til skamstíma og vort daglegt brauð bakaríið í hinum endanum og við fengum Einarsbúð lánaða og þar tónlistarskólinn með tónleika og þar við líka með svona eins og við köllum jólin allstaðar af því að það svo gaman að skoða framhandi jólasíði og við fengum náttúrulega 2 snillingar til þess að hjálpa okkur með þetta. Hann Stefán Ómar úr tónlistarskólanum sem heldur utan krakkana á laugardögum og svo Antonía Hevesi sem frá Ungverjalandi og hún með ungverst jólaföndur og hún með krakkar sem að syngja jólalög héðan og þaðan þannig að við erum svona líka að fagna því að jólin eru allstaðar og alls konar.
Þá held ég að það sé bara ekki eftir neina að bíða og við ættum bara að skella okkur í Beggubúð og Einarsbúð. Ég lofa því að verið tekið vel á móti ykkur þar. Æðislegt, takk. Við erum hérna staddar í Beggubúð. Hvað geturðu sagt mér þessa búð? Hver til dæmis var Begga? Begga var kona sem hafði unnið hjá Agli Jakobsen sem að byggði þetta hús 1906 og gerði útibúð frá sinni verslun í Reykjavík sem var í áraraðir á eftir að var lokað hér. Fyrst á Lækjargötunni, Suðurstrætinu og Begga átti heim á Suðurgötu og þegar Egill Jakobsen lokar hér þá tekur bara Bergþóra við rekstrinum og það var 1937. Og það væntanlega ekki nein venjuleg kona árið 1937 sem tekur það upp að reka hér verslun. Nei, ég held að það ekki verið algengt að konur væru í svoleiðis rekstri. Þó var náttúrulega alltaf eitthvað það. Og hvað seldi hún hérna í Beggubúð? Seldi vefnaðvöru, rúmfattaefni og syrsefni sem kölluð voru. Það voru allar konur sem gengu í syrskjólum. Það voru morgunkjólar. Já. Konur gengu morgunkjólum og svo fóru þær í betri fötin. Þetta hefur breyst? Þetta hefur breyst, já. Og það þótti ekki við hæfi að vera í betri fötunum til dæmis í eldhúsinu og svona. Það var að fara sem matalykt með sér út úr húsi, sko. Það þótti ekki fín. Nei. En svo voru seld nærföt og sokkar og þetta bara helsta sem að tölur og tvinni og það sem að fólki vanhaði mest og notaði mest og gat. Því að íslenska konur hafa alltaf verið bara handverkskonur, upplifi ég. Já. Duglegar að bjarga sér og konur með stór heimili og svona, það bara prjónuð og saumuðu á sín börn. Og svo eins og ég segi, það var selt garn og mér minnir þá alveg verið hér stærstum hluta. Þó kannski ekki alveg rétt muna hjá mér og svo voru náttúrulega engin plastkort á til þess að versla fyrir þannig að fólk hafi bara sína peninga og þá var það ofta að konur keyptu í peysu og fengu svo að láta taka frá fyrir sig hlutagassins og bara tóku með sér 2 háttu okkur til þess að byrja og svo var bara keypt jafnóðum sko og þetta þótti bara sjálfsagt og fólki var treyst og bara þetta gekk allt upp. Og svona urðu peysurnar til og annað. Já. En manst þú eftir Beggubúð? Þú verslaðir hér þegar þú varst til eitthvað? Já, ég verslaði hér. Og Hafnfirðingar tengja við þessa búð. Geturðu lýst svona stemmingunni sem hérna var? Það var bara eins og var í þá dag. Fólk kom inn í búð og það þekktust allir og það var spjalla við fólki sem var að afgreiða og það var svona spurt frétta og svo kom aðrir að kaupin líka og þá var þetta svona bara maður svona mótstaður. Já. Þannig að þetta var bara alltaf bara skemmtilegt. En búðin stendur núna hér bak við Síversens húsið en stóð áður við Strandgötu, ekki satt? Jú. Og þannig að hún búin að færa sig og núna einhvers konar safn. Hún er eingöngu safn. Hún er eingöngu safn og það alls konar munir hérna. Eru þetta munir sem voru seldir í búðinni eða bara alls konar? Þetta sem í þessari hillu þarna, það það sem kannski myndi helst nálgast eitthvað. Já, það vefnaðarvaran. Já, vefnaðarvaran og það nú engin gaddokka sko en það hefði nú mátt alveg kannski setja gatn í eina hilluna. Já, en svo fullt af dúkkum hérna. Svo fullt af dúkkum, já, þetta hefur safninu verið gefið og það sem dálítið eftir þetta verðt að þetta aðalega dúkkur sem að safnið hefur eignast en mjög lítið af svona strákadóti. Já, einmitt. Hérna vörubíll gamall, vörubílar en ekkert svo mjög, þessi trébíll jú. En það hafa kannski... En mest þetta
stelpudót. Það hafa kannski helst verið konurnar sem voru að versla hérna líka við búðina eða hvað? Já, Já. það var bara konur. Það voru bara konurnar. Kannski komu mennirnir svona rétt fyrir jólin að kaupa fallega náttkjól til að gefa jólugjöf. Já, það var svona helst það. Já, mjög líklegt. En svo ertu með hérna dúkkulísur upp á vegg. Já. Og það er einhver svolítið merkileg saga bak við þær. Já, það er svolítið merkileg saga bak við þær. Þetta er dúkkulísur sem eru kanadísku fimburarnir sem voru heimsfrægir því að þetta er fyrstu eiginlega fjölburar sem að lifa og það er líka, það merkilega er að ég man ekki hvað þær voru smáar þegar fæddust en þær fæddust 28. maí 1934 og þær eru eineggja sem er mjög sérstakt og það áhugaverða við þær hefur verið teiknaður á þær íslenski þjóðbúningun. Já, þannig að þetta er hvað gert hérna á Íslandi eða hvað? Já, þetta er gert á Íslandi og þetta gert, sko fyrst er þetta gert 1940 því ég fann auglýsingu desember 1940 þar sem að bentir á að gefa þjóðbúningadúkkulís, fimbura þjóðbúningadúkkurnar og dúkkulísurnar í jólagjöf. Já, það hefur verið aðalgjöfin það árið. Já, þetta hefur þótt hérna góð gjöf. Já. En það léku stúlku sér og stelpu sér mjög mikið með dúkkulísur bara árum áður. Það var miklu meira það en dúkkur. Já. En það var ekki svo greiður aðgangur að þeim lengi vel. Þetta er svona með einhverjum heimasömuðum eða einhverjir svona voru klókir og stiftu hausa sko og svo var hægt að sauma búka. Þannig að það var hérna en mér er samt einhver síðar mjög áhugaverð saga þær. Og þetta er eitt af mörgu sem er hægt að sjá hérna hjá ykkur í Beggubúð og það verður opið hérna í tengslum við jólaþorpið þannig að fólk getur litið hérna inn, er það ekki? Já, jú, laugardaga og sunnudaga milli 2 og 4. Æðislegt. Já. Þakka þér kærlega fyrir þetta. Já, takk fyrir komuna.